Mikael Loen, halleluja. Og Hilmar að sjálfsögðu. So good. Wonderful. So good to be back. Það svo gott að vera komin hingað aftur til ykkar. It's 6 years now, Það 6 ár síðan ég kom hérna síðan. and I'm still look 25. Og samt lít ég út fyrir að vera 25 ára. It's unbelievable. Þetta alveg ótrúlegt. So I'm so glad and so happy to be back. Ég gleði mig að vera komin aftur til ykkar. We had a great fellowship on Friday and yesterday. Við áttum svo yndislegt samfélag á föstudaginn og í gær. So thanks to Sibba and to Ali. Takk Sibba og Ali. Ali I don't seen so much. Ali var svolítið upptekinn. He's been working, Hann búinn að vera að vinna mikið. but good to see you. Gott að sjá þig. So thank you for inviting me back. Og takk fyrir að bjóða mig tilbaka. Thank you for the fellowship, Hilmar, Takk fyrir samfélagið Hilmar, Gunnar, Gunnar, Colum, and Bra. Yes, I can speak in tongues also. Sorry. Yeah, yes. But we had a very good fellowship yesterday. Yeah, yesterday. Yes, and on Friday also. We were talking about be normal. Við vorum að tala það að vera eðlileg. Don't be a crazy religious person. Að vera ekki svona trúarbrjálæðingur. Amen. Amen. Read what the Bible is saying. Lesa hvað Biblían segir. And do it. Og framkoma það. Don't be a beggar. Ekki vera ykkur betlari. You are a son and a daughter. Þú sonur og þú dóttir. Act like one. Og það áttu að haga sem slíkur eða slík. Amen. Amen. Act like a son and act like a daughter. Hagaður eins og sonur og dóttir. So that's very important. Það mjög mikilvægt. God is on your side. Guð, hann með þér í lífi. He's happy for you. Hann gleðst yfir þér. He's not mad. Hann ekkert brjálaður út í þig. He's glad. Hann gleðst yfir þig. He's not in a bad mood. Hann ekkert í slæmu skapi. Never in a bad mood. Aldrei í slæmu skapi. Never sick. Hann aldrei veikur. Always on top. Hann ríkir alltaf yfir kringumstæðum. And we are seated with him. Og við sitjum til hægri handar honum. At the right hand of the Father. Við sitjum til hægri handar föðursins. So enjoy the view. Þannig að njótið útsýnisins. Amen. Amen. Then I met some of you before. Ég hitt sum ykkar áður. But maybe you know who is Michael. Og sum ykkar veit ekki hver Mikael I'm born in Sweden, Stockholm. Ég fæddur í Stockholmi í Svíþjóð. Living close to Oslo in Norway. Ég bý nálægt Oslo í Noregi. But I'm not Swedish. En ég ekki svíi. I'm not Norwegian. Ég ekki norsari. I'm from heaven. Ég frá himnum. I'm born again. Ég endurfæddur. Amen. Amen. So you can from now on call me King Michael from heaven. Þannig að þið getið hérna frá kalla mig Mikael konungur frá himni. Amen. That's me. Það ég. Oh, that's good. So we have 3 children. Við hefum 3 börn. 3 grandchildren. 3 barnabörn. The oldest daughter was 31 today. Og elsta dóttir mér var 30, hún 31 árs í dag. I have only one wife. Og ég á bara eina konu. The same one. Á sömu. For 36 years. Í 36 ár. Because I only have one because a pastor told me a long time ago. Ég á bara eina því að það var einhver pastor sem sagði mig fyrir löngu síðan. If you get 2, Ef þú fær 2 konur, you will have 2 mothers-in-law. þá færðu 2 tengdamömmur. And I can, that's too much. Og það allt of mikið. It's okay to have fun. Það allt í lagi að gleðjast í hérna. Amen. So good. God is good. God changed the message. I had to put it on paper. Guð, hann breytti boðskapnum hérna, þannig að ég þurfti að skrifa þetta á blað. Repetition creates a champion. Endurtekning býr til sigurvegara.
So if you want to be good at something, Ef þú vilt vera góður eða góð í einhverju, you need to do it over and over and over and over again. þá þarftu að endurtaka þetta í sífellu. If you will be the best guitar player, Ef þú ætlar að vera besti gítarleikarinn, then it takes 10,000 hours to be on top. og þá tekur það eiginlega 10.000 klukkutíma til að vera á toppnum. And in church, everything is by grace and faith. Og í kirkjun allt af náð fyrir trú. But we need to change and have the focus in our life on Him. En við þurfum að einblína á hann. Renew our mind and so on. Endurnýja hugarfarið og þess áttar. So my goal, my dream Þannig að markmið mitt og draumur is to create Christian champions. að búa til kristna sigurvegara. Amen? Amen. But then you need repetition. You need to hear it over and over again. Þá þarf endurtekning að eiga sér stað. Þú þarft að heyra stundum sama hlutin aftur og aftur og aftur. So maybe today you will think, I heard this before. Og kannski í dag þá segir, ég er búin að heyra þetta áður. Yes, maybe. Já, kannski. But don't take out the seed. En ekki rífa sáðkornið upp. Because I will put some seeds in you today. Þegar ég mun sá frækornum í ykkur í dag. And the Bible tells that the little devil will take the seed at once. Og Biblían kennir okkur að óvinnurinn reynir að koma og ræna sáðkornunu sem orguðs. So he tells you, this I've heard before. Og þú segir bara svona, ég er búin að heyra þetta áður og þú bara svona hunsar þetta. And then you think about the football game. Og þú ert bara að hugsa fótboltaleiki. It's Liverpool today. Liverpool að spila í dag. It's now. Og hann núna, akkurat. I take away, that seed was not a good seed. Ég tekið í burtu þetta. Þeir að vinna, sko. They're winning, actually. Yes, they're winning, yes, but that seed, their mind are gone now. So this is so very important. Þannig að þetta svo afar mikilvægt. Because you are a champion in Jesus. Þegar þú ert sigurvegari í Jesú Kristi. You are more than a conqueror, as Siba was saying. Eins og Siba var að segja að þú ert meira en sigurvegari. You will not be, you are. Þú munt ekki verða það, þú ert það, segir Biblían. You are a man of God, a woman of God. Þú ert Guðs maður og kona drottins. How can you be it? Hvernig getur þú bara verið það? You need to see in the mirror. Þú þarft að horfa í speilin. You need to be who you are. Þú þarft að vera sá sem að Biblían segir þig vera. So what I will speak today, Þannig að ég ætla að tala í dag. it's prophetic words Þetta spámanlegt orð. direct from the scriptures. Beint frá orði Guðs, frá Biblíunni. I believe in prophecies direct to people. Ég trúi vissulega á spátumsorð beintin í líf fólks. But this is the best we have. En þetta besta spátumsorði sem við höfum. I can tell you, God will never leave you. Ég get sagt Guð mun aldrei yfirgefa þig. I've heard that before. Og ég hef heyrt það áður. But if I say it like this, En ef ég segja þannig, so says the Spirit of the Lord. svo segir andi drottins. Hilmar, I will never leave you. Hilmar, No. ég mun aldrei yfirgefa þig. It was the same. Og þetta sama orðið. So don't get stupid. Þannig að ekki vera svona missa vitið. Amen. Amen. Because many prophets, I believe in the gift of prophets and the prophet also and the apostles and so on. Ég trú alveg á gjafir heila sanda, spámenn og apostol og þess aftar. But many of them draw them to them. En það svo margir af þeim sem að draga fólk til sjálfsín. My goal is to set you free from me and depend on him. Markmið mitt að þú eru frjáls frá mér og þú reiðir þig á hann, Jesús. Amen. Amen. I don't want you to follow me. Ég ekki að fá okkur að fylgja mér. Follow him. Fylgdu Jesú. But I will point to him. En ég mun fara til hans. Amen. So what I will talk about today, Það sem ég ætla að tala í dag. I'm here to call out the Vikings in Iceland. Ég hér til að kalla fram víkingana á Íslandi. You need to raise up. Þið þurfum að rísa upp. One agree with that. Ja. That's good. Amen. Það einn þarna í afturstu röð. Amen. That was one. Það allavega einn. Hopefully we will have some more. Kannski bætast fleiri í hópin. But as we were talking also on Friday, especially the man. En svo vorum að tala á föstudaginn, sérstaklega karlmenninir. Amen. We need man. Við þurfum karlmennina. We need woman. Við þurfum fleiri karlmenn. But especially the man needs to rise up. Jú, við þurfum konur, en sérstaklega þurfum karlmennina að rísa upp. So we will look at Joshua and Caleb and David today. Þannig að við ætlum að lesa Jósúa, Kaleb og Davíð í dag.
Amen. Amen. So first of all, what they did, Í fyrsta lagi, hvað gerðu þeir? those 3 boys, Þessir 3 drengir, or Joshua and Caleb was not boys, they were 40. ja, Jósú og Kaleb, þeir eru nú fertur, þeir eru nú ekki engir ungviði. Yes, that boys. Yeah. Jú, það er eiginlega bara svona táningar. David was a boy. Davíð var táningur. What they were doing, Það sem þeir voru að gera, they were speaking differently. þeir voru að tala öðruvísi. They were speaking faith. Þeir voru að tala í trú. So thank you, Father, Þannig að þakka þér, Faðir, for this wonderful service. fyrir þessa guðþjónustu. Thank you, you are here. Þakka þér fyrir að þú ert Your hér, presence is here. að nærvera þín Your hér, power is here. kraftur þín hér, You are here. þú ert hér. And you will touch each one, Father, Og þú snertir einn og sér hver. in the name of Í Jesus. Jesú nafni. Amen. Amen. And when we preach, Og þegar við erum að predika, because we are 2, þegar við erum 2, amen, amen, expect a miracle when you sit and listen now. og þá skaltu vænast eftir kraftaverkið þar sem þú situr. Amen. Amen. God has a miracle with your name on now. Og Guð, hann með eyrnamert kraftaverk þér til handa núna. Not after the service, he's there then also. Ekki eftir samkomuna, jú, hann þar samt sem áður, But why wait? en til hvers að bíða? Take it now. Taktu það núna. So we will read a lot of scriptures. Do you like the Bible? Við höfum lesa mörg vers, eitthvað líka Biblían eða ekki. That's very good. So I will prophesy directly from the scripture. Þannig að ég ætla að spá beint út frá ritningunni. Numbers chapter 13. Og þetta sem sagt 3. Mósebók 13. Nei, 4. Mósebók 13. 13, yeah. 13, almost the same in Swedish. Hæ? Almost the same. 13. 13. From verse 25. I will also read it. Og þá það frá versi 25. And they returned from spying out the land after 40 days. Þeir sneru aftur að 40 dögum liðnum og höfðu þá kannað landið. Now they departed and came back to Moses and Aaron and all the congregation of children of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh. They brought back word to them and to all the congregation and showed them the fruit of the land. Og þeir hertu heimleiðis og komu til Móse og Arons og alls safnaðirins í Ísraelsmanna í Paran-eyðimörkinni til Kadesh og sögðu þeim og öllum söfnuðunum af ferðum sínum og sýndu þeim ávöxt landsins. There were 12 of them. Þeir voru 12 talsins. And then they told him Og þeir sögðu þeim and said, we went to the land where you sent us. It's truly flow with milk and honey, and this is the fruit. og þeir sögðu Móse frá og mæltu: Við komum í landið þangað sem þú sendir okkur og að sönnu flýtu það í mjólk og hunangi og þetta ávöxtur þess. If they stop there, it will be wonderful. Ef þau myndu stoppa það bara frábært. But they continued. En þeir héldu áfram. It was wonderful. Þetta var dásamlegt. It was what God said. Þetta var nákvæmlega eins og Guð hafði Milk sagt. and honey, it's too much. Mjólk og hunanga yfirflæði. Too good to be true. Of gott til að vera satt. The gospel. Það eins og með fagnaðarerindið. Nevertheless, Samt sem áður, the people who dwell in the land, they are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. en það hraust þjóð sem í landinu býr og borgirnar eru vígirtar og stórar mjög og Anaks sonu sáum við þar einnig. So they were shocked. Og þeir voru bara sjokkeraðir. These were the big guys. Þetta voru risarnir. We cannot do this. So they continue. The Amalecites dwell in the land of the south. The Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains. And the Canaanites dwell by the sea and along the banks of Jordan. Amalekítar byggja Suðurlandir og Hetítar, Jebusítar og Amorítar byggja fjallendið og Kananítar búa við sjóinn og meðfram Jórdan. So what God said, it's true. Og allt það sem Guð hafi sagt var satt. But this is too much. En þetta eiginlega allt og mikið til að etja við. We cannot do it. Við ráðum bara ekki við þetta. But then Caleb came. Then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go at once and take possession, for we are well able to overcome it. Kaleb stöðvaði kurl lífsins gegn Móse og mælti:
Förum þangað og leggjum það undir okkur, því að við munum fá unnið það. I'm calling on the Vikings today. Ég að kalla á víkingana hér í dag. Speak differently. Talið öðruvísi. Think differently. Hugsið öðruvísi. And when you speak and think differently, Og þegar þú talar og hugsar öðruvísi, you will act differently. þá muntu haga þér öðruvísi. And you will have different results. Og þú fara aðrar niðurstöður. Oh, hallelujah. And then verse 31, so Caleb is speaking faith. Og vers 31, og Kaleb að tala í trú. But the man who had gone up with him said, we are not able to go up against these people, for they are stronger than we are. En þeir menn með honum höfðu farið sögðu, okkur ofvaxið að fara á móti þessari þjóð, því að hún sterkar en við. And they gave children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants, and all the people who we saw in there are men of great stature. Og þeir sem kannaðu landið sögðu Ísraelsmönnum illt af því og mæltu, landið sem við fórum til þess að kanna það land sem etur upp íbúa sína, og allt fólkið sem við sáum þar eru risavaxnir menn. So in the beginning they said it was wonderful. Þegar þið sjáið í upphafi þá sögðu þetta dásalegt. It was good. Þetta var mjög gott. It was like milk and honey. Það var flóð í mjólk og hunangi. But now they speak bad about the same country. En núna að tala illt sama landið. The same place. Sami staðurinn. What is this? Hvað á þetta þýða? So they changed. Þannig að þeir breyttu. And we need Vikings that are stable. Og við þurfum víkinga sem eru markvissir og stöðugir. That are not cast back and forth everywhere. Amen. Sem ekki flöktandi til beggja hliða. That's what God puts the five ministry gifts in the church. Og þess vegna setti Guð þessar 5 þjónustugjafir inn í kirkjuna. So we as children of God, Þannig að við sem börn Guðs, we walk straight. þannig að við myndum ganga beina braut. Amen. Because it's so many weird things out there. Af því að það alls konar skrýtnar hugmyndir í gangi þarna úti. And don't listen to all the stupid people. Og ekki vera að hlusta á alla þessa hálfvita. Listen to what God is saying. Hlusta á hvað Guð segir. Amen. Amen. It's so important. Þetta skiptir svo miklu máli. If they say, oh, God didn't say that. Yes, he did. Guð sagði þetta ekki alveg svona. Jú, víst sagði hann það. Maybe he means this. Nei, kannski meinar hann þetta. Then go back and check. Farðu þá aftur aðtúaðu. Amen. Amen. This is so important. Þetta svo mikilvægt. Don't listen to me because check what I'm saying. Ekki bara hlusta á mig, aðtúaðu, kannaðu hvort að ritningi segir ekki sama. Every crazy people have a black book. Það allir fávita, hálfvita sem eiga svarta bók. All the sects, all the cults have a black book. Allar svona vafasama trúarhefingar eiga svarta bók. I have a black book. Ég á svarta bók. So check what I'm saying. Þannig að þið skulle athuga, ganga skuggum hvað ég að segja. Don't just swallow everything. Ekki bara gleypa öllu saman. Check if it's true. Athugaðu í orðinu hvort þetta sé satt og rétt. I believe it's good what I'm coming with. Ég trúi að þetta sé rétt það sem ég að færa hér fram. Siben, Ali, they trust me. Já, Alli, hann treysti mér. But if I say something that's not, you don't agree with. Ef ég fer að segja eitthvað sem þið eru ekki sammála. No problem. Þá ekkert vandamál. It's okay to not agree. Það allt í lagi að vera ekki sammála. But talk with me, not everybody else. En talaðu þá beint við mig, ekki við alla aðra. And Michael, what do you mean with this? Og þú kemur að segja, Mikael, hvað meinar eiginlega með þessu? And we can have a conversation. Og við getum átt samtal. And if I'm wrong, og ef ég hef rangt fyrir mér, and you can show me from the scripture that I'm wrong, og þú getur sýnt mér frá ritningunni að ég hef rangt fyrir I mér, change in 2 seconds. þá breyti ég bara á 2 sekúndum. Forgive me, Lord. Fyrirgefðu drottinn. It's so easy. Þetta svo auðvelt. But if you are wrong, en ef að þú hefur rangt fyrir þér, do you do the same? Gerur þú slíkt það sama? Amen. It's important. Þetta skiptir máli. So this was not on the paper, but you Þetta don't believe one that have a black book. Þetta var ekki niðurskrifa hjá mér og ekki bara trúa þeim sem heldur á einhverju svartri bók. Check what they're saying. Stemdu það við ritninguna hvort þetta sé rétt. Amen. Amen. So important. Mjög mikilvægt.
Because the little devil, he knows the scripture Af því að also. djöfullin, hann þekkir ritninguna. He quotes the scripture, Hann fer með hana utan bókar. but he takes some of it. Hann tekur bara svona brot. Half verse there, half verse there. Hálft ár hér, hálft ár þar. And if you don't know what's in between, Og veist ekki samhengi sem að textin liggur í. oh, it sounds good. Ó, þetta hljómar ágætlega. You stupid one. Ó, þú hálfviti. Amen. Amen. Check all of it. Athugaðu samhengi textans. I'm preaching better than you're listening. Ég að predika betru þið að hlusta. Hallelujah. This Hallelujah. is wonderful. Vikings, come on. Víkingar, látið ykkur heyra. Yes. So then everything was bad now. Þannig að nú var allt í einu allt ömurlegt. And verse 33. Og vers 33. There we saw the giants, the descendants of Anak came from the giants, and we were like grasshopper in our own sight, and so we were in their sights. Og við sjáum það risa Anaksonu, sem eru risa ættar. Og við vorum í augum sjálfra vor sem engisbrettur og eins voru við í þeirra augum. Engelsprettar. Engisbrettur. Grasshoppers. Yeah. And 2-0 for Liverpool. 2-0. Yeah. Yes. That's good news. But this is so unbelievable. Þetta svo ótrúlegt. These were 12 spies. Þetta voru 12 njósnarar. How do they know that they look at them as grasshoppers? Hvernig vissu þeir að þeir voru að horfa á þá sem engisbrettur? Did they talk with them? Töluðu við þá? Because a spy should not talk with the people they spy on. Því að njósnari, hann á ekki að tala við fólki sem hann að njósna No, it was the little devil that sends thoughts into their minds. Nei, það var heldur þessi litlu djöfla sem að senda svona hugskeytin í hugan. So when they saw the giants, Og þegar þeir sáu risana, oh, it's too much. þá sögðu, ó, þetta allt of mikið. And the mind starts spinning. Og hugurinn byrjar að ringsnúast. We are grasshoppers. Við erum bara eins og engisbrettur. And they think the same. Og þeir hugsaðu það sama. No, they were afraid of them. En þeir voru óttuðust á. They were afraid of these 12 guys. Þeir voru skítrættir við þess They að were afraid tónjóstara. of Israel. Þeir voru hrættir við Ísrael. Amen? Amen. So that thought you need to take it captive Og þú þarft að hertaka þessa hugsun. and put it under the feet. Og setja þetta undir And then you fætuðina. take the word of God. Og síðan tekur orð Guðs. We will overcome. Við munum yfirstíga. Amen? Because the thought can come, Því að hugskeitið getur komið. but it's not your thought. En það er ekki þér að kenna. So if you don't start to think, Og ef þú byrjar ekki að hugsa, you stop it þá þú stoppar and start thinking something else. og byrjar að hugsa eitthvað annað. What do you think? Hvað ertu að hugsa? What God is saying. Það sem Guð að segja. I have given you the land. Ég búinn að gefa ykkur Go and landi. take it. Farið og takið það. Oh, but there are giants. Já, en það eru rísa. Shut up. Þegiðu. The bigger one is with us. Það sá meiri sem með okkur. Greater is he that is in me Meiri sá sem í mér than the little devil on the earth. Heldur litlu púkarnir á jörðinni. I know somebody don't like that I say little devil. Það sumir sem líkar ekki að ég segi litli púkar. But I stole that from New Papua Guinea. Ég fekk þetta lána frá Nýju Papagínu. Because their translation of 1 John 4:4. Því að þýðingin þeirra í 1. Jóhannesarbrefi 4:4. The greater one that lives in us. Það hann segir sá meiri í okkur sem lifir í okkur. It's much greater than the little one in the earth. En hann miklu meiri heldur en þessi smádjöflar sem búa á jörðinni. I like that translation. Og mér líkar þessi þýðing. Because he's defeated. Því að hann sigraður. Jesus took his power. Jesus tók kraftin hans. If Jesus has all power, how much is left? Ef að Jesus hefur allt vald, hvað mikið eftir? How much is left? Hvað mikið eftir ef að Jesus með allt vald? Nothing. Ekkert. Jesus took all his weapons. Hann tók öll vopnin hans. So how many is left? Og hvað mikið eftir? Only a big mouth. Aðeins stór kjaftur. So he's screaming to you like a roaring lion. Þannig að hann að hrópa eins og öskrandi ljón. Like a roaring lion. Eins og Because öskrandi ljón. Jesus is the lion. Þegar Jesus ljónið af Júda. The devil is a mouth with a big mouth. Hann bara
djöfullin bara munnur með stór kjaft. So he screamed, "Wah!" to Og hann you. öskar, "Wah! I'm a giant! Ég rísi! Shut up! Þegiðu!" Amen? You need to Amen. stop him Þú ert að stoppa hann í sporunum. quickly. Snögglega. As I said on Friday, Eins og ég talaði á föstudaginn. you know Lucky Luke. Þið þekki lukkuláka. Have you seen Lucky Luke? Hafið þið séð lukkuláka? You need to shoot faster than Lucky Luke. Og þið þurfa að skjóta fastar heldur en It lukkuláki. is written, it is written, it is. Það ritað, það ritað, það ritað. He shoots faster than his own shadow. Og hann skaut fljótar heldur en eigin skuggi. So when thoughts are coming, it is written. Og þegar hugsanir koma, þá Just segir take þið it. ritað er. It is written. Þið ritað er. He's with me. Hann með It mér. is written. Það ritað. God is for me. Guð með mér. It is written. Það ritað. God has given this to us. Guð búinn að gefa okkur þetta. Amen. Amen. But if you don't shoot it, it will start. En ef þú hleypir aldrei af, að þá byrjar þetta að nagast og lúast í haustum á þér. And you start talking defeat. Og þú byrjar að tala bara vangetu og ósigur, Depression, unbelief, þunglindi, vantrú. and you speak yourself down Og þú talar sjálfa þig niður instead of speaking yourself up. í staðan við að tala þig upp. Oh, hallelujah. This is It's good. very good. Should we take another offering? Wow, take another offering. Yes, a Viking offering. Oh. So we were so small, but then the next verse is chapter 14:1. Og næsta versi er kapli 14 og vers 1. So all the congregation, this is whole of Israel. Þá æfti allur söfnuður upp yfir sig og Almost fólki 3 million people almost. 3 milljónir manna. So all the congregation, 3 million people lifted up the voice and cried out, and the people wept that night. Og þess að allur söfnuðurinn hrópaði upp yfir sig og fólki grét þá nótt. Who cried? Hverjir grétu? The unbelievers. Þeir sem voru vantrúaðir. The whole people. Allur líðurinn. Because if you live by faith, you go to bed and sleep. Ef þú lifir fyrir trú, þá bara leggst á koddun og sofnaru. Amen? Amen. Because he will give you what you need when you're sleeping. Þegar hann mun gefa þér það sem þú þarft jafnvel þegar þú sefur. That's the grace of God. Það náð Guðs. So have a rest. Þannig að hvíldu, Just relax. slakað á. He's with us. Hann með okkur. But they were crying all night. Og þeir grétu alla nóttina. And verse 2, and all the children of Israel complained against Moses and Aaron, the leadership, and the whole congregation said to them, if we only had died in the land of Egypt, or if we only have died in the wilderness. Og allir Ísraelsmenn mögluðu gegn Móse og Aroni og allur söfnurinn sagði við þá, Guð gefi að við hefum dáið í Egyptalandi, eða við hefum dáið í þessar eyðimörk. Kære Gud. Kæri Oh Guð. God. What is this? Hvaða hegðun þetta? It looks and here, you can almost, is this the church? Og þetta hljómar eins og kirkja. I don't know. Ég veit það ekki. I haven't been here for 6 years, so don't. Ég ekki búinn að vera hérna í 6 ár. But they're complaining. Þeir eru bara kvarta. Oh, it's Sibba's fault. Og þetta allt Sibba að kenna. She brought us through this. Hún kom okkur í gegnum þetta. And now we need to fight the giants. Nú þurfum við að berjast rís. Oh, let us go back. Við skulum bara fara tilbaka. Take me back. Bara færðu mig aftur. Oh, Lord, take me back. Drottinn, færðu mig tilbaka. No, we're not going back. We're going forward. Nei, við erum ekki að fara tilbaka, við erum að fara We're going áfram. upwards. Við erum að fara upp í móti. Amen. Amen. If you want to go back, bye. Ef þú vilt fara tilbaka, bye bye. Amen. And verse 3, why has the Lord brought us to this land to fall by sword, that our wives and children should become victims? Would it not be better for us to return to Egypt? Og hví leiði Drottinn oss inn í þetta land til þess að falla fyrir sverði. Konur voru á börnunum verða herfangi og mun okkur ekki betra snúa aftur til Egyptaland. It was like that. Unbelievable.
Alveg ótrúlega hefði. They have been going through all the miracles in the desert with God. Búin að fara í gegnum öll kraftaverkin með Guði í eyðimörkinni. He gave them everything, Hann gaf þeim allt sem til þurfti. not because they were living by faith, Ekki af því að þeir lifðu fyrir trú, because they were complaining all the time. þegar þeir voru kvartandi þar líka allan tíma. But this is before the law came. En þetta áður en lögmálið kom. So God gave them everything. Þannig að Guð gaf þeim allt. Amen. Amen. Oh, that's good for us Það gott fyrir okkur. because we live after the cross. Þegar við lifum eftir krossin. So even if we sometimes are in doubt, Jafnvel þegar við efumst, He gives us good things anyway. þá gefur hann okkur samt góða hluti. Because God is a good God. Þegar Guð góður Guð. But look, verse 4. So they said to one another, let us select a leader and return to Egypt. Og þeir sögðu hver við annan. Tökum okkur foringja og hverjum aftur til Egyptalands. We need another one than Siba now. It's unbelievable this. Og við þurfum að fá okkur annan en Sibbu núna. Let's find a new one. Við þurfum að finna ykkur nýjan. No! Nei! Amen. Amen. Yes. Amen. She said, amen, find a new one. Amen. Shall we start with prayer? Shall we start with prayer at once? Ef að byrja að biðja fyrir þessu snöggvast. Wow. This is so good. Þetta hljómar svo vel. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation and the children of Israel. Þá fjallu þeir Móse og Áron á ásjónur sínar frammi fyrir allri samkomu safnaðarins, safnaði Ísraelsmanna. So they fell on their faces. Þannig að þeir lögðust bara What is ásjónur that? sína. Hvað þýðir They're það? seeking God. Þeir eru að leita drottins. And verse 6. Og í 7. versi. But Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, who were among those who had spied on the land, tore their clothes. En Jósúa Núnsson og Kaleb Jefunnesson, tveir þeirra sem kannað höfðu landið, rifu klæði sín. And they spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, the land we passed through to spy out is an exceedingly good land. Og þeir sögðu við allan söfnuð Ísraelsmanna, landið sem við fórum til þess að kanna, það mesta ágætis land. And they said the same, the other 10 before. Og þeir voru að endurtaka sama þau sögðu áður. But they say if, En þeir sögðu ef, or it is giants there. það eru risar þar. But here they say if again in verse 8, Joshua and Caleb, Og þeir segja hér aftur ef, if the Lord delights in us, then he will bring us into the land and give it to us, and a land which flows with milk and honey. og ef drottinn hefur á okkur velþóknun, þá mun hann flytja okkur inn í þetta land og gefa okkur það, landi sem flýtur í mjólk og hunangi. They were speaking faith. Þeir voru að tala af trú. We will do it. Okkur mun takast We þetta. will take it. Við tökum þetta. God has given it to Guð us. búinn að gefa okkur þetta. It's giants there. Jú, það eru risar þarna. No problem. No problem. Ekkert vandamál. So verse 9, only do not rebel against the Lord, not fear the people of the land, for they are bread for us. We will eat them to breakfast. Gjörið aðeins ekki uppreisn á móti drottni og hræðist ekki landsfólkið því að þeir eru brauðvort. Þetta bara morgumaturinn. Amen. Their protection has departed from them and the Lord is with them, so do not fear them. Víkin frá þeim vörn þeirra en drottin með okkur, hræðist þá eigi. What a good faith preaching. Þetta trúar predikun. Amen. Amen. But when you speak faith, En þegar þú talar af trú, people would not applaud. þá klappar fólk oftast ekki. People would not celebrate you. Það fagnar þér ekki, They will kill you. þeir drepa þig. Look at the next verse. Það næsta vers. And all the congregations said to stone them with stones. Who? The 10 or the 2? Allur söfnuðurinn vildi berja þá grjóti, en hverjir voru það? Tveir? The 2. The Það voru 2 þessi that were tveir. speaking faith. They Það voru wanted þessi to stone them. Þeir vildu grýta þessa tvo sem voru að tala af trú.
They didn't stone the 10 ones that was unbelievers. Ekki þessar sem voru vantrúaðir, hinir 10 njósnararnir. So here you have 3 million stones coming. Þarna eru 3 milljónir grjótnullingum á leiðinni til þín. You need to know what you believe in. Þú þarft að vita hverju þú trúir. Amen. Amen. You need to see the picture. This is what's happening. Þú þarft að sjá fyrir þér fyrirmyndina og þetta er það sem er að gerast. Let's stone them, all congregation. Við skulum grýta á, það var allur söfnuður sem ætlaði að grýta á. And then God came. En þá birtist dýr Now drottins. the glory of the Lord appeared in the tabernacle of meeting before all the children of Israel. En þá birtist dýr drottins í samfundatjaldinu öllum Ísraelsmönnum. Amen. The presence of God. Nærvera Guðs. In verse 11, then the Lord said to Moses, how long will these people reject me? And how long will they not believe me with all the signs which I have performed among them? Og drottin sagði við Móse, hversu lengi mun þessi þjóð halda áfram að fyrirlíta mig og hversu lengi munu þeir vantreysta mér? Þrátt fyrir öll þau ták sem ég hef gjört meðal þeirra. I'm tired, God is saying. Guð segir, ég er þreyttur á þessu. Amen. Amen. I'm calling for Vikings. Ég er að kalla eftir víkingum. I'm calling for Joshua and Caleb. Jósú og Kaleb. Amen. Amen. That speaks differently. Þeir tala öðruvísi. Because faith people speak differently. Fólk trúarinnar það talar öðruvísi. When Jesus was speaking, Þegar Jesús talaði, he always speaks the end result. þá talaði hann alltaf loka niðurstöðuna. Take your bed. Taktu rekkju þína. And then you have power to take your bed. Og þá hefur þú kraft til að taka upp rekkjuna. Come out. Út af þér. And it was out. Og þá fór andinn út. 5 bread, 2 leaves, Já, 2 fish, já, 5 brauð, 2 fiskar. 5,000 plus women and children at once. 5.000 kallmenn pluss konur og börn. It was at Margfaldaðist once. leið. He spoke to the wind and the sea. Shut up. Hann talaði við vindin og hafið. Þegiðu. Peace be still. Friður, vertu kyrr. And you are and I, we are as him. Og ég og þú erum eins og hann. As he is, so are we. Eins og hann þannig erum við. 1 John 4:17. Þetta er 1. Jóhannesarbreið 4:17. Oh, I'm calling for Caleb and Joshua today. Ég er að kalla eftir Kaleb og Joshua. That speak differently. Fólk sem talar öðruvísi. What happened next? We're still with Joshua and Caleb, soon with David. Hvað gerist næst? Og við erum ennþá að tala Joshua og Kaleb og svo síðan It will be tölum better and better. Þetta verður betra og betra. Verse 19. Vers 19. Pardon the iniquity of this people, I pray, it's Moses, according to the greatness of your mercy, just as you have forgiven these people from Egypt even until now. Fyrirgef misskjöru þessa fólks eftir mikilli miskunn þinni, eins og þú hefur fyrirgefið þessu fólki frá Egyptalandi og hingað. So God has forgiven them all the way from Egypt and now one more time, Lord. Og þannig að Guð er búinn að fyrirgefa þeim alla leiðina frá Egyptalandi og núna einu sinni enn. But it's important, we are born again, we're living in the new covenant. Þetta er svo mikilvægt, við erum endurfædd og við lifum í nýja sáttmálanum. We're living under grace. Við lifum undir náð. But when God tells us to do something, En þegar Guð segir okkur að gera eitthvað, we do it. þá framkvæmum við það. Amen? Amen. If we don't do it, Ef við gerum það ekki, we harden our soul. þá erum við að herða sál okkar. Our heart is perfect in Jesus, Hjarta okkar er fullkomnið í Jesú, but the soul will be hard. en sál okkar, hún fær svolítið sigg á sig. So the Lord is saying, Þannig að drottin er að segja, I have pardoned according to your word. ég hef fyrirgefið eins samkvæmt orðið þínu, But truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. en svo sannarlega sem ég lifi og öll jörðin er full af dýr drottins, Because all these men who have seen my glory and the signs which I did in Egypt and in the wilderness, and have put me to the test now these 10 times, and have not
heeded my voice. Allir þeir menn sem séð hafa dýr minn á tákn minn, þau ég gjörði í Egyptalandi og í eyðimörkinni og nú hafa freistað mín 10 sinnum og óhlýnast röddu minni. They certainly shall not see the land of which I swore their fathers, nor shall any of those who rejected me see it. Þeir skulu vissulega ekki sjá landið sem ég sór feðrum þeirra og engin þeirra manna sem mig hafa í fyrirlitið skulu sjá það. This is important. Þetta afar mikilvægt. God loves you. Guð elskar þig. He will never change. Hann breytist aldrei. If I'm an idiot the rest of my life, Þó ég sé verið hálfviti allt milli restina he lífinu, loves idiots. þá elskar hann hálfvita. But I will get idiot fruits. En ég mun eignast bara hálfvita ávexti. A fruit like an idiot. Svona hálfvita ávexti. And these guys, they could not come into the land. Og þessir, þeir fengu ekki að stíga inn í fyrirreitna land. That's not the land in heaven. Það ekki landið á himnum. But the same for you and me, if we harden our soul, Það sama fyrir okkur, ef við herðum sál okkar, if we die, we go to heaven. ef við deyjum þá, förum við til himna. But you will not eat the fruit of the land here. En þú munt ekki borða af ávexti landsins hér. You will not enjoy what God has done for you here. Þú munt ekki njóta þess sem Guð hefur þegar gert fyrir þig hér. It's very important. Þetta afar mikilvægt. So listen to his voice, not by fear, Hlusta á rödd hans, ekki í óttaslegin, because he's a good God. því hann góður Guð. He wants you well. Hann vill að þér vegni vel. But have you focus on him. En einblind á hann. Let him guide you. Láttu hann leiða þig veginn. Amen. Amen. Because God wants you to enjoy here. Guð vill að þú njótir þín hér. We have a stupid Swedish song. Við hefum svona fáranlegur sænsku söngur. We understand his ways over there. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. We understand his way better over there. Við skiljum vegu hans betur handan. It's too late. Það of seint. You don't need to know them there. You need to know them now. Þú þarft ekki að þekkja vegu drottins þegar þú ert komin að handan, heldur þekkja það hér og nú. But the Pentecostal movement, they have that song, oh, we were waiting to come home. En hvítasörningin, hún syngur hennar söngstundum, við erum að bíða eftir að við komum heim. Oh, when I'm there, I will not be sick. Og þegar þar, þá mun ég ekki vera sjúkur. Of course not, there's no sickness there. Þetta ekki, það engin veikind á himnum. So he died for your health here. Hann dó til þess að geta átt heilbrigði hér. Amen. Amen. When I come home, I will have no needs. Og þegar ég kem heima, þá engar þarfir. But he will supply your needs here. En hann uppfyllir þarfiðinnar hér. Because there is no needs. Það engar þarfir á himnum. Up there you walk on gold. Það á himnum þá löppum við á gulli. Amen. Amen. So you need some gold here. Þannig að þú ert að fá eitthvað Amen. gull hérna. Hallelujah. We need some gold. Við þurfum að fá svolítið gulli hér. Only me. Only me. Come on. Ja, bara ég. I take everything. Ég skal taka við þessu. Oh, verse 24. But my servant Caleb. Amen. Yes. Viking, come on, my servant Caleb. En þjótt með Caleb, hann svona víkingur. Because he has a different spirit in him and he has followed me fully. I will bring into him the land where he went and his descendants shall inherit it. En því að það annar andi yfir þjóni mínu Caleb og að því að hann hefur fylgt mér trúlega, þá vil ég leiða hann inn í landið og hann sem hann fór til og niðjar hann skulu eignast það. Hallelujah! Halleluja! He will give you the land here. Hann mun gefa þér landið hér. Not there. Ekki bara einhvers staðar þarna. We need it now. Við þurfum á þess að halda núna. We shall reign as king here on earth. Við erum að ríkja sem konungar hér á jörðu. In Christ Jesus. Í Kristi Jesú. Who shall do that? Hver á að gera þetta? They that receive the abundance of grace. Þeir sem að þiggja gnótt náðarinnar. And the gift of righteousness. Og gjöf réttlætisins. Have you received the gift of righteousness? Hefurðu meðtekið gjöf réttlætisins? Have you received the abundance of grace? Hefurðu meðtekið yfirgnæði náðarinnar? Og munt ríkja með honum sem konungur. Amen. Amen. A king is not a beggar.
Konungurinn ekki eitthvað bettlari. He knows he's the boss. Hann veit, hann yfirmaðurinn. You are the boss in your life. Þú ert yfirmaðurinn í þínu lífi. If you can't shout amen, shout oi. Ef þú getur ekki sagt amen, segðu þá bara oi. This is good. Þetta gott. Vikings, come on. Áfram nú, víkingar. But you see, when you start to speak faith, En þú sjáðu til, þú hættir að tala af trú, you will have problems þá fullt af vandamálum. by religious people. From religious people. Frá trú helgi síða slepju fólki. Jesus never had problem with the sinners. Guð, Jesús, hann hafði aldrei vanda með syndarana. And the sinners didn't have problem with Jesus. They loved him. Og syndarinn, þeir hafði ekkert vandamál með Jesú, elsku hann. The Pharisees and the scribes, the religious leaders had problem with Jesus. Farisearnir og fræðimenni, þeir áttu vandamálu með hann. And Jesus had to fight them all the time. Og Jesús þurfti að berjast við þá alltaf. So self-righteous people are the worst ones. Fólk sem réttlæti sjálft sig, í sjálfsréttlætingu, það það versta. But I'm so glad in Smara Kyrka there's no one. En það engin svoleiðis í Smárakirkju. Amen. Amen. No one. Engin. Only faith people. Bara trúarinnar fólk. No, we can all be self-righteous. Nei, þetta getur hent okkur öll og verða So we're sjálfsrétt. not here, we are better. No, then you are Við erum self-righteous. betri. Then you are self-righteous. Þá erum við í sjálfsréttlætingu. No, you are a king, but you're still humble before the king. Jú, þú ert konungur, við ríkjum hér sem konungar en við erum samt auðmjúk frammi fyrir honum. But you know who you are. En þú veist hver þú ert. Oh, time is running. 1 Samuel 17. Is it okay? I'm continue. Is it okay for you? Yes. I have only one service. I had one on Friday also, and yesterday we were talking 3-4 hours. We had Sima, me, and Hilmar. It was pop, 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 pop. And the others, they were sitting okay. Við töluðum svo mikið í gær og ég bara með eina samkomu saðan og við blöðrum frá okkur viti í gær. But it was good. Já, en það var gott. Amen. Amen. But 1 Samuel 17, you need to hear this. This is prophetic to you and to this church. Fyrri Samúelsbók 17. kapli, þetta spámanlegt orð fyrir þig og kirkjuna Davíð. Amen. Amen. And to you personally also, I'm calling for the Vikings. Fyrir þig persónulega líka, ég að kalla eftir víkingnum. 1 Samuel 17:10. 17:10 fyrri Samúelsbók. Why did I get 16? Sorry. 17:10. And the Philistines said, I defy Goliath, I defy the arm of Israel this day. Give me a man that he may fight together. When Saul and all Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Og Filistinn mælti, ég hef smánað fylkingar Ísraels í dag. Fáið til mann að við megum berjast. Og þegar Sál og allur Ísrael heyrði þessi ummæli Filistíans, þá skeldust þeir og urðu mjög hræddir. So the Israel had the promise. Þannig að Ísrael þeir áttu fyrirheit. One can take 1,000, two can take 10,000. Einn setur 1,000 á flótta og 2 10,000 á flótta. So who is that guy? Hver þessi guður? Who is he? Hver hann? But all Israel, they were so afraid. En allur Ísrael var svo hræddur. Greatly afraid. Mjög hræddur, segir ritningin. And then came this little boy, David, 17 years old. Og síðan mætir hérna Daði, 17 ára gutti. He was sent from his father. Hann var sendur frá heimahúsunum, frá föður sínum. With food to his brothers. Með nesti fyrir bræður sína. And verse 23. Og vers 23. Then as he talked with them, David was talking with the people. Og Davíð var hérna að tala við fólkið og meðan hann var að tala. There was the champion, the Philistine of God, Goliath, by name, coming up from the army of the Philistine, and he spoke according to the same words, so David heard him. En á meðan hann var að tala við þá gekk fram hólmgöngu maðurinn, hann hét Goliat, Filisti frá Gat. Úr fylkingum Filisteana og mælti sömu orðum sem fyrr og Davíð hlýddi á.
And all of the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were dreadfully afraid. En Ísraelsmenn sáu manninn, hörfuðu þeir allir undan honum og voru mjög hræddir. So David, he also hears the same thing. Þannig að Davíð, hann heyrir sömu hlutina. He did. But he has another response. En hann hefur allt annað viðbragð. Because he was filled with something else. Af því að hann var fylltur einhverju öðru. So what's come into his ear? Og það sem fór inn í eyru hans, What is this? hann hugsaði bara og segir, hvað þetta? He was not afraid at all. Hann var ekki óttasleginn að... He's speaking against the living God. Hann að tala gegn lifandi Guði. This is unbelievable. Þetta ótrúlegt. How can you go and hide? Kill him. Hvernig getið hlupið bara í felur? Drepið hann bara. 25. So the men of Israel said, have you seen this man who has come? Surely he has come up to defy Israel, and it shall be that the man who kills him, the king will enrich with great riches. He will give him his daughter and give his father's house exceptions from taxes in Israel. Og einn Ísraelsmanna sagði, hafið þið séð manninn sem kemur þarna? Hann kemur til þess að smána Ísrael. Hverju þeim sem fellir hann vill konungurinn veita mikil auðæfi og gefa honum dóttur sína og gjöra ættan skattfrjálsa í Ísrael. Amen. I want that. No taxes. Hallelujah. Skattfrjáls, já, ég tek Amen. það. Come on. Give it to me, Lord. Gefðu mér þetta drottin. I have a wife, so I don't need your daughter. Já, konu, ég þarf ekki dóttur þína. Amen. That was the promise. Þetta var fyrirheitið. Then David spoke to the man who stood by him. What shall be done for the man who kills this Philistine? So he's asking the same, what will I get? Og Davíð að tala þarna og segir, þá sagði Davíð við þá sem næstir honum stóðu, hverjir verðum þeim manni umbúrið sem fellir Fílista þennan og rekur svívirðing af Ísrael. Því að hver þessi óumskurni Fílisti dýrvist að smána herfylkingar lifandi Guðs. Bara hann að spyrja hvað fæ ég. So they were saying, this will you have, and David heard it, and he said, what was it? og hann heyrði þetta og hann vildi bara fá endurtekið, vera alveg... David would kill him anyway. En Davíð myndi drepa hann hvað sem áður, hann vildi bara vera viss. But okay, I will have no taxes, I have a wife, okay, I'll take that. Já, ég skattfrjáls og jú, ég fá konu, já, okay, þetta hljóma vel. Amen, I like David. Já, He's a smart guy. Hann ekki svo vitlaus We að need Davíð. many of them in the church in Jesus' name. Við þurfum svona kallmenn í kirkjunni í Jesú nafni. So they say the same, that you will get this. Og þeir endurtaka, þú mynd eignast að fá þetta launum. But when when we speak, continue in faith, Og þegar við tölum stöðulega í trú, you walk in faith, og þú framgengur í trú, then you will meet some obstacles. þá mæta þér mótstöður. And the first one Og það fyrsta, is the elder. og það eru öldungarnir. The elderly brother, I mean. Eldri bræðurnir. Sorry, the elderly brother, not the elder. Eldri Oh, bræðurnir. sorry. Já, fyrirgefðu, já. Now, 28. Now Eliab, his oldest brother, the elder brother, the old elder in the church, heard when he spoke of the man, and Eliab's anger was aroused against David, and he said, why did you come down here? En Elíab elsti bróðir hans heyrði hvað hann talaði við mennina, þá reiddist hann Davíð og mælti, til hvers ertu komin hingað? Og hjá hverju skildu þú eftir þess að fáu sauð í eyðimörkinni? Maybe your family will speak against you. Og, Maybe the family will speak against you. já, kannski fjölskyldan byrjar að tala í móti þér. Maybe your best friend. Kannski bestu viniðinni. Maybe they will tell you, who are you? Segja, hver þykist þú vera? Amen. And that was what they were saying. Þannig var ræðan þeirra. Why did you come here? Til hvers komstu hingað? And listen to this. And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the insolence of your heart, for you have come down to see the battle. Jó, það segir sko, hjá hverju skildur eftir þess að fáu sauði í eyðimörkinni? Ég þekki ofurtösku þín og vonsku hjartan þíns. Þú ert hingað komið til þess að horfa á bardagan. So people will come and say,
check your motives. Og fólk mun koma og segja athugaða mótífið þín. Have you left the sheep? Hefurðu yfirgefið sauðina? Are you out of the Father's will? Ertu ekki í vilja föðuris? No, it was the Father that sent him. Nei, það var faðurinn sem senda hann. He was in the perfect will of the Hann Father. var í fullkomnum vilja He did föðuris. what the Father told Hann him. gerði nákvæmlega það sem pappa But hafði this sagt hann að elderly gera. brother, En he eldri had bróðirinn, questions for him. hann var að efast og spurja og draga í efa það sem hann var að segja. Have you come down to see the battle? Ertu bara að koma inn þess að horfa á bardagann? What battle? Hvaða bardaga? There was no battle. They Það were var afraid. ekki bardagi. Þetta voru algjörir, There was no battle. það var aldrei neitt bardagi. Þetta voru svona bleiður. Goliath has been screaming for 40 days. Góliat er búin að vera að hrópa þetta í 40 daga. It's always 40. Það er alltaf 40. They spied the land for 40 days. Þeir rannsökuðu landið í 40 daga. And now here is the same 40 days. Og nú Goliath is screaming, give me a man. Og í 40 daga er Gólia að hrópa þarna, færi mér einhvern mann til þess að berjast við. And everybody's afraid. Og allir eru skítræddir. And David said, what have I done? Og Davíð segi, hvað gerði þið nú að mér? It was, is there not a cause in Swedish and Norwegian? It was just just a question. Og hann er í raun og veru bara að segja, þú veist, þetta var nú bara spurning, ég spurði bara. I just asked, what will I get? Ég var bara að spurja hvað ég fengi í umbun. You are so afraid. Just a question, how much will I get? Þið eru svo skítræddir, ég var bara að spurja hvað ég myndi fá. And you are mad at me. Og þú ert brjálaður út í mig. You can do the same. Þú getur gert slíkt þið sama. You coward. Þú bleiða þín. Amen. But then the next problem. Og síðan kemur næsti vandi. First the brother. Svisti vandinn. And now the words came to King Saul. Og nú berast orðin Sáli konung. And King Saul, come, David. Og konungur segir, komdu hérna Davíð. And he also had problems. Og hann áttu við sín vandamála etja. You're just a boy. En þú ert bara unglingur. You cannot fight him. Þú getur ekki barast við hann. He has been a warrior all his life. Hann búinn að vera stríðshetja allt sitt líf. Who do you think you are? Hvern þykist þú vera? Who do you think you are? Hver þykist þú vera? You can do nothing. Þú hefur ekki róðið hann. You need to have faith. Þú þarft að hafa trú. You don't need faith when everything is okay. Þú þarft ekki trú þegar allt lítur vel út. You need faith when everything is wrong. Þú þarft trú þegar allt á skjön, allt rangt. When it looks like nothing is working, Þegar ekkert að virka, then you need faith. þá þarftu trú. Then you go to bed and sleep. Og þá bara leggst á kottan og leggur þig og You don't hvílist. cry all night Þú vælir ekki alla nóttina. because then you're tired in the morning. Þegar þá ertu þreyttur It's morguninn. better, sleep. Það er miklu betur að bara sofa. And then God fix it. Og leiða Guð að koma þessi lag. And you wake up strong again. Og þú vakna bara hress og kröftugur. Much better. Miklu auðveldara. That is faith. Það er trú. Oh, hallelujah. But then he starts to tell him, but I have been killing a bear, I've killed lions. En hann fer að segja þeim að ég er nú búinn að drepa björn og ljón. If somebody take a sheep, I'll run after them. Og ef einhver reynir að stela sauð, þá bara hleypi ég á eftir honum. This is for the pastor. Þetta er eins og Protect pastor. the sheep. Það er varvita sauðina. Protect the lamb. Bara varvita Kill lömbin. the bears. Drepa Kill the byttina. lion. Drepa ljónin. Amen. Amen. But as Joshua and Caleb, En Jósúa og Kaleb, they practiced in the tabernacle, close to the en tabernacle. þeir voru búin að æfa sig að vera nálagt í tjaldbúðinni. The difference between the 2 and the 10, Munurinn á þessum 2 og þeim 10, when God's presence came to talk with Moses, þegar nærvera drottins kom til þess að tala við Móse, they were always close to þá voru dróðu presence. þeir sé alltaf nálagt. They had spent time close to God. Og þeir voru búin að eyða tíma nálagt Guði. That's why they could speak differently. Þess vegna gáttu þeir talað öðruvísi. Davíð, he was alone in the desert with the sheep. hann var einn í eyðimörkinni með sauðunum. Not only desert, it was green grass, it was Og það water, it voru was everything. ekki bara eyðimörk, það voru grængrös og vasslindir. And he was singing there. Og hann var að syngja The það. Lord is my shepherd.
I shall not want. Drottin minn hirðir, mig mun ekkert bresta. When I go through the valley of death, I fear no evil. Þó ég fari gegnum dauðadalinn, mun ekkert. Because you are with me. Því þú ert með mér. Your word and your spirit. Orðið og andinn. Hallelujah. Halleluja. I will walk through the valley. Ég gengi gegnum táradalinn. And you will prepare a table for me. Útber borð frammi fyrir fjendum mínum. And the devil will see. Og djöfullinn mun Hallelujah. sjá. Only goodness and only mercy Góðvild og velvild mun fara með mér. will follow Mun me fylgja mér. all the days of my life. Alla daga lífs míns. Amen. Amen. If thousand fall, Við- if thousand fall and 10,000 at my right hand, Þótt 1000 fallið við hægri og 10.000 til vinstri. it will not come near me. Mun það ekki koma nálægt mínu tjaldi. He was practicing the presence of God Hann æfði sig í nærveru Guðs. when he was alone. Þegar hann var einn So when the lion came, og þegar ljónið kom. I take him. Ég bara legg hann að velli. A bear came, I take him. Björnin kemur, ég legg hann að velli. No problem. Ekkert He's with vandamál. me. Hann með mér. And but you said David had a harp in the desert. Nei, Davíð hann var með hörp í einu. No, he had a Gibson. Nei, hann var með Gibson gítar. It was full power from heaven. Það var allt í fullum krafti frá himnum. Hann var í botni með drottni. You know what I mean? Þið viti hvað ég á við. He had spent time with the Father. Hann átti tíma með Guði. So now when this big guy comes, Og þegar þessi risi mætir, he will be no problem. það ekkert vandamál. He was speaking before he fall. Hann var búinn að tala áður en hann féll. But then the next problem. Og þegar næsta vandamál kemur, Saul was one head bigger than the others. Sál var einu höfðu hærra. So he takes his weapons and armors Og hann tekur vopnaklæði sín and put them on David. og klæðir Davíð í vopnaklæðin. And David, Davíð skröngla svona. I cannot use this. Þetta nýtist mér ekki neitt. Tradition. Þetta hefðirnar. We have not done this before. Við höfum aldrei gert þetta áður. Who cares? Hver mér ekki sama? God say we will do it now. Guð sagði við erum að gera þetta núna. Don't put the old, the generations before armor on you. Ekki setja herklæði fyrri kynslóða á þig. You have your armor. Þú átt þín herklæði. Amen. Amen. And David had found stones. I don't know the name of this in English. Slingshot. Og hann hafði 5 steina og slönguna. Do you know why 5 stones? Vitið af hverju 5 steinar? Do you know why? Vitið af hverju 5? Because Goliath has 4 brothers. Þegar Goliat átti 4 bræður. He will take all of them. Hann ætlaði að stúta þeim öllum. Amen. Amen. But he only had to take one, you know that. Hann þurfti bara að taka niður einn. But he will take all of them. En hann myndi stúta þeim öllum. So then he met first the elder brother, then the king that said you are nothing, and then the tradition. Hann mætir fyrst elsta bróðnum og þar vandi, svo mætir hann Sál og þar vandamál og síðan það hefðirnar, herklæðin hjá Sál. And now comes the Goliath himself. Og nú kemur Goliat sjálfur. Who are you? Hver þú? Do you think I'm a dog? Heldur ég sé ykkur hundur? You're coming against me with that? Ertu að koma gegn mig með þetta? I come against you with the Lord. Ég kem til þín í nafni drottin. I have the Lord with me. Ég með drottin mér í liði. And we have a covenant with him. Og við hefum sáttmála við hann. One can take thousands. Einn getur fellt 1000. So today, Og í dag, I will take your head það mun ég taka úr hausinn. and I will feed your body to the birds. Og ég mun gefa fuglunum að snæða af líkamæðinu. He's speaking faith Hann að tala á trú. before he killed him. Áður en hann drepur hann. Amen. Amen. And then Goliath walks towards David with his arm because he couldn't carry all his things. Og síðan gengur Goliat og hann gæti ekki borið allt raslið sitt. So he had one extra with him to help him. Hann var með svona skjaldsvein sem að hjálpa honum. So they went to him.
Og þeir fóru til hans. Then David ran against them. En Davíð kom hlaupandi í móti. David did, oh, no. No. Og þeir höfðu bara, já, hvað? I've beaten lions and a bear before, no problem. En ljóni og björnir er búin að leggja velli, ekkert vandamál. Everybody in Israel said, this big guy, 272 high. Og hann 272 og hæð, eitthvað svo leis. He's too big. Hann allt og stór. I cannot take him. Ég ræði ekkert við hann. David was thinking, En Davíð hugsaði, he's so big, I can't miss. hann svo stór að ég get ekki klikkað og hitt hann ekki. I can't miss. Það ekki His séns head að must ég be hitt like hann ekki. this. Hann svo hár og svo I breiður. can take that head Ég get hitt þennan haus. with no practice. Með háðum að taka eitthvað æfingahögg. Amen. Amen. And David had practiced that also alone. Og Davíð var búinn að æfa sig á slöngunni, að kasta steinum með slöngur í eyðimörkinni. He had his Coke box, Coca-Cola Hann var box. með svona kókdollu sem hann raðaði upp og svo skautaði svona niður. Amen. Amen. But I love verse 54. We stop there. Við Verse 54. stoppum í versi 54 í fyrstu Samuelsbók. Yes, because you know he killed him but verse 54, and David took the head of the Philistine and brought it to Jerusalem, but he put his armor in his tent. En Davíð tók höfuð Fílistans og hafði með sér til Jerúsalem, en vopnans lagði hann í tjald sitt. So he brought the head of Goliath to Jerusalem. Þannig hann kom með höfuðið að Góliat inn til Jerúsalem. Where did he put it? Hvar sett hann hausinn? On the Calvary. Á Golgata On hæð. the Golgotha. Á Golgata hæð. He put it on the Golgotha. Hann setti þetta á Golgata And some hæð. years later, Og svo nokkrum áður seinna, our big brother Jesus came. þá kemur stóri bróðir okkar Jesús. And he kicked the devil's head. Og hann sparkaði hausinn á djöflunum. He was dancing on the head of the serpent. Hann dansaði á snáka höfðinu. Because he crushed the head when he died. Þegar hann mölvaði höfuð þegar hann dó. It is finished. Það fullkomnað. Amen. Amen. That's why the problem is we have, oh God, you must do something. Og við hrópum, ó Guð, þú Oh er að gera God, eitthvað. come to Iceland and do something. Ó, komdu til Íslands og gerðu eitthvað. And God is saying, Og Guð segir, I'm finished. það fullkomnað. I'm finished. Það fullkomnað. It's your job now. Nú það þitt verk að vinna. So stop playing. Hættu þessum leikaraskap. Go out and be a Viking again. Farðu út og vertu víkingur á ný. Go out and do the job. Farðu út og kláraðu verkið. Amen. Amen. This is the Vikings. Þetta víkingarnir. We speak different. Við tölum We öðruvísi. think different. Hugsum We öðruvísi. act different. Við framkvæmum öðruvísi. And we have different results. Og við fáum öðruvísi niðurstöður. We will inheritance the land here. Við munum fá landi til eigna hér og nú. Amen. Amen. Thank you, Father, Þakkuðum Faðir for your goodness, fyrir góðvild þína, your mercy. miskun þína, You love us. að þú elskar okkur. You know I have failed you. Við vitum að við höfum brugðist þér, We all have. hvert og eitt. No one is perfect, only you. Aðeins þú ert fullkominn, But help us with the focus. en hjálpa okkur að einblína á Help us þig. with our minds. Hjálpa okkur með Help hugafar us okkar, to walk by faith, að við framgöngum í trú, walk in the Spirit, að við göngum í andanum so we can inheritance the earth. og við lifum í andanum og við getum tekið fyrirheitið hér á jörð. Amen. Amen. So I will ask, if you are not here and you're not saved, this is your day. Ef að þú ert hér og þú hefur ekki eignast hjálpræði, þá er þetta þinn dagur. Maybe everybody is saved, I don't know. Kannski eru allir frelsaðir hérna inni, ég veit það ekki. Then you need to receive Jesus. It's the biggest miracle. En þá þarf þetta að meðtaka Jesú, það er stærsta kraftaverkið. You believe in your heart, confess with your mouth, He is my Lord. Þú trúir í hjartan og játar með munnum að hann er drottinn þinn. If somebody is here, put their hand up. I want to pray for you. If you want to receive Ef Jesus. það er ykkur hér sem að þekkir ekki drottinn Jesú, þá lyftu upp höndi. Maybe everybody is saved. Allir eru hólpnir hér. That's good, but I don't like that. Það er gott, en við viljum alltaf ganga úr skuggaðum. Because I like to see sinners getting saved. En þegar mér líkar að sjá syndar að verða hólpnir. So next time we take them. Og næst þá göngum við betur í það. What? There's people online. Maybe online. Yes, if you're online.
Ef að þú ert að horfa á streymiveituna, I'm calling on your Vikings online. þá ég að kalla á víkingana sem að horfa Come out að þið stíði fram. and be what God has called you to be. Að vertu það sem Guð kallaði til þess að vera. And it starts by receiving Jesus. Og það byrjar allt með því að taka á móti Jesú Kristi. Then you will be born from above. Og þú fæðist að ofan. You will be born of God. Og þú eru fæddur af Guði. And He will move on the inside. Og hann hrærir og tekur sér bústað innra með þér. And change your life forever. Umbreytir lífiðinu að eilífu. And you will be free from religion. Og þú eru frjáls frá trúarslepjubrögðum. The same with you in here. Og sama með ykkur hér. My calling is to set people free from religion. Ég kallaði til að setja fólk frjálst frá svona helgislepjubölvun. Or especially for Christian religion. Og sérstaklega svona kristilegum helgisíðum. Because Christian religion have the right names, the right words. Og þau eru með réttu orðin og réttu fyrirsagnirnar. But it's dead. En það engin kraftur, allt steindautt. So it's Christian life. En það kristið líf. So if you don't have that, you're Christian, but then you can come, we will pray ef for ekki you þetta too. líf, þá endilega máttu koma. And you will be free from condemnation, guilt and shame. Og þú eru algjörlega frjáls frá fyrirdæmingu, sektarkennd og skömm. God wants to restore your soul. Guð vill endurreisa sál þína. Anxiety and depression will let go in your life. Og ótti og þunglindi mun hörfa frá lífiðinu. And His peace will take control. Og friður hans tekur öll völd í lífiðinu. Fibromyalgia, what do you call it? Vöðvagikt, vefjagikt, Joints, liðagikt, left shoulder, it can be many things. God wants to heal you vinstri now. öxl, Guð vill hrærast og snerta við á meðal okkar hér og nú. Somebody has problem because of COVID. Sumir ykkur hér hefur átt í vanda út af COVID. And somebody because of the vaccination. Og ykkur út af bóluefnunum. No condemnation, God will heal you. Engin fyrirdæming, Guð mun lækna þig. Amen. We will take out the poison. Við tökum út eitrið. Amen. Amen. How do we do that? Hvernig gerum við það? Jesus. Í Jesú.